Áfram höldum við með föstudagsþátt N4 sem helgar þáttur stöðvarnar. Sveitarstjórnarfólk í Eyjafirði og Þingeyjarsýslum kom nýverið saman og ræddi ýmis hagsmunamál sem að þessir nágrannar eiga með sér og meðal annars voru samgöngumál. Verið velkomin. Sveitarfélögin halda út í samgöngum, strætó og það bullandi tap. Já, landshlutasamtökin halda utan rekstur almenningssamgangna á þessu landsvæði og já, það hefur verið bullandi tap og það eru ýmsar kannski ástæður fyrir því en staðan orðin það alvarleg að við erum ekki að sjá til lands í þessum máli en við viljum meina að í upphafi hafi verið vitlaust gefið með þessu verkefni og því þurfi ríkið að stíga inn að alvöru ef áfram á að halda með þetta verkefni. Eins sýnist okkur svo að þær áætlanir sem voru gerðar í upphafi af verkfræðistofu hafi verið mjög óraunhæfar og hafa ekki staðist að rauninni neinu leyti. Ykkur, svona þegar maður flettir blöðum þessa dagana eða hlustar eða horfir á fréttir, þetta nánast svona svipað vandamál í öllum landshlutum en þið hjá Eyþingi var þá stigið það skref á þessum fundi að ákveða að segja upp samningnum við ríkið? Já, við ákveðum það og var alveg einróma gert að segja upp samningnum. Hann rennur út í árslok 2018 og vorum öll sammála að nýta uppsagnarákvæðið. En við erum kannski aðeins öðruvísi landshlutinni hérna að það hefur verið hér tap frá upphafi hjá okkur. En á sumum landshlutum hefur þetta nú gengið svona vel framan af en þeir eru öll svona fara raunverulega í okkar núna fótspor. Að þetta svona hallar undar raunverulega hjá öllum landslutum núna í augnablikinu. En hvað getur það þýtt þá í raun og veru ef að samningnum verður sagt upp? Hvað þá? Verður þetta bara lagt af eða vonist þið til þess að þetta verkefni haldi áfram? Það ekki svona stóra málið? Sko, það náttúrulega þarf bara að eiga sér stað samtal núna á milli sveitarfélagana og ríkisins hvað á að gera með þetta verkefni. Niðurstaða fundarins var svo að við vildum að verkefnið myndi halda áfram en þá þarf að horfa það með breyttu sniði og setja þá mun meira fjármagn í það. En við höfum líka verið svolítið að horfa á aðrar almenningssamgöngur sem eru flugið. Og höfum verið að horfa til þess að hinar dreifiðari byggðir fái niðurgreiðslu á flugi. Þannig að það verði kannski megin almenningssamgangnanett landsmanna. En hvernig kemur það til góða fyrir fólk á Raufarhöfn til þess? Já, það góð spurning sko. Auðvitað náttúrulega eins og Eva sagði, þá auðvitað viljum við ekki endilega strætóverkefni detti niður, en það þarf að hugsa það upp á nýtt. Og sumir hafa meira rætt fyrir okkur áður en þetta tiltekna kerfi var. Það voru auðvitað einkaaðilar sem keyrðu suma leiðir með alveg bara þokkalegum árangri. Og af hverju var þessu alveg svona kollvarpað? Þetta samtal hefur ekki verið svona nægilega vel ígrundað. En það engin launung, það flugvöllur á Þórshöfn til dæmis. Og það engin launung að það til dæmis gæti verið rosalega gott fyrir þau ef skoska leiðin kæmist á hér á innanlandsflugi og annað slíkt. Það hefði bara gífurleg áhrif ef flugvöllurinn á Þórshöfn væri meira notaður og ódýrara flug. Við vonum bara að almenningssamgöngur þær verði í lagi þó að þetta sé svona eins og staðan núna. Annað stórt mál sem var mikið rætt á fundinu, það voru raforkumál. Það svona liggur við að sveitarstjórnarfólk megi varla koma saman og þá ályktað raforkumál þessa dagana. Þetta stóra málið. Já, þetta alltaf grafalvarlegt mál því að staðan þannig að við erum ekki að sjá fyrir okkur mikinn vöxt í atvinnustarfsemi hér á svæðinu meðan við fáum ekki meira rafmagn. Og það gengur afskaplega hægt að vinna úr þessum flækjum sem ef maður má kalla það sem svo. Því þarf í rauninni bara að endurskoða held ég bara heildarkerfið á þessu. Það þarf að skoða regluverkið. Í dag hægt að kæra í rauninni ferlið bæði upphafi og enda á miðju og það gengur bara ekki upp. Þá komumst við ekkert áfram. Þannig að það ekki ástæðulaus að við ræðum raforkumálin næstum í hvert sinn sem við hittumst. Það þannig í raun og veru að kannski fyrirtæki sem að vilja flytjast hingað eða stækka við sig að þau hreinlega geta það ekki vegna þess að það ekki til rafmagn? Já, það staðreynd. Við getum kannski sagt að sumir og margir segja sér til rafmagn en það hins vegar ekki hægt að flytja það til Eyjafjarðar.
og Eyjafjörður þar alveg að dragast aftur úr í augnablikinu vegna þess að flutningskerfið bara virkilega hamlandi fyrir okkur og það mjög slæmt að við séum með fyrirtæki hérna í firðinum sem eru jafnvel á orkuskerðingu og ef við eins og segja við erum að sækjast eftir að fá ákveðin fyrirtæki þá náttúrulega spyrja menn að sjálfsögðu orkuna það kemur alveg auga leið og það er ekki grín þegar við tölum það hérna í alvörunni að við þurfum hugsanlega að fara að setja upp hérna dísilrafstöð í Eyjafirði það bara mjög alvarlegur hlutur og mjög margir gera sér ekki grein fyrir stöðunni af því við erum svo vön eins og við höfum áður talað fólk bara hugsar rafmagn það geta ítt á takkan og það kemur en það spáir ekkit endilega að flutningskerfið og hvað bara nauðsynlegheitin allt í kringum þetta algjörlega undirstað fyrir okkur rafmagnið rétt eins og heitt og kalda vatnið. En ef það verður nú tekin einhver ákvörðun að laga ástandið, þá þetta svolítið svona eins og stórt olíuflutningaskip að það tekur langan tíma að þetta ekkert að fara að gerast neitt á næstu 2, 3, 4 árum jafnvel. Nei, já sko, eins og staðan núna þá minnir mig að sé 2021 sem við ættum að fá línuna að austan til okkar. En það ekkert öruggt í hendi með það. Það á eftir að semja við einhverja landeigendur og verkefnin hafa gengið of hægt að okkar mati. Og þannig að við viljum sjá ferlinum breytt þannig að þetta þurfi ekki að taka svona langan tíma. Og líka bara við þurfum að fara að móta heildarstefnu til framtíðar í þessum málum. Ég held að við séum á sama stað og við vorum fyrir 10 árum síðan. En þegar þið hittið til dæmis alþingismenn og forsvarsfólk fyrirtækjanna, Landsnets, Rarik og það, hvaða svör fáið þið? Við getum alltaf sagt, við erum alltaf meira og meira sammála og það má kannski segja að það hafi ekki verið nógu mikil þungi í þessu framan af. En sveitarstjórnarmenn hérna til dæmis í Eyjafirði eru orðnir gífurlega meðvitaðir þetta og bara flestir orðnir mjög vel að sér í þessum tiltekna máli. Og þingmenn kjördæmis til dæmis eru allir orðnir mjög meðvitaðir þetta og það óháð flokkum. Það mjög gott. Þannig þetta við finnum að þetta nú hjálpast til núna allir að draga vagninn þarna en Eva nefndi einmitt það sem var kannski erfiðast í þessu öllu sama, það regluverkið. Það þarf að fara í skoðun. Það óeðlilegt að það sé hægt að kæra á öllum stigum, meira sér á loka stigum eftir að framkvæmdir hafnar, að það ennþá hægt að kæra ferlið og stoppa. Það hlýtur að vera eitthvað að regluverkinu, hvað það verður orðið óskilvirkt í þessu Og bara mjög eðlilegt að fólk fá að gera athugasemdir að kæra eitthvað upp á stigum ferlisins. Það nú bara lýðræði og mjög eðlilegt krafa sem fólki getur haft. En það að sé hægt að gera þetta endalaust og tefja verkin endalaust, það ekki gott. Ályktun, það búið að senda hana örugglega út víða völl og þangað það sem þær eiga að fara. En hvað vilt þú sjá næst gerast? Sko, eins og ég kom inn á og Eiríkur líka, það að við þurfum að endurskoða regluverkið. Ég held að það þurfi að taka það til alvarlega endurskoðunar. Sérstaklega erum við að sjá núna líka að verkefnin að stoppa á milli stofnana. Þannig en maður heyrir samt að það allir að vilja gerðir. Ég veit ekki hversu marga fundi við erum búin að fara með þessum aðilum, Landsneti og alþingismönnum og ráðherrum. Og það vilja allir vel, en það hefur gengið rosalega hægt samt að leysa þennan hnút. Þetta gengur hægt en við vonum að þetta leysist nú allt saman. Þakka ykkur fyrir komuna og svo rétt á eftir þá bara dettum við í jólagýrin.